Gestir, þetta þátturinn á tali hjá Hemma Gunn og hér kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Takk fyrir, gott kvöld, ágætu vinnur land allt og góðir gestir minni hér í sjónvarpssal sem eldhressar stúlkur á öllum aldri úr 6 saumaklúbbum. Nú, þær sögðu mér áður að þær hefðu fundið fjörið og við fáum að komast að því á eftir. En ég ætla að þakka þessar frábæru móttökur, ég hef aldrei verið tekið svona vel að móta mér. En það verða margar stór stjörnur sem stíga á stokk hér í kvöld og ég ætla nú ekki að hafa hann að forma það mjög langan. Það hefur reyndar ekkert með almyrkvan og tungli að gera sem verður svona eftir tæpar 2 klukkustundir. Komum að því síðar væntanlega og skellum okkur í þann leik eftir að þessu þætti líkur. Nú, strákarnir í hljómsveitinni á sínum stað, auðvitað. Það Maggi Villi, Ásgeir og Finnbogi og auk þess Árni Skeving. En ég má til með að lesa upp nöfnin á þessu saumaklúbbu sem ætla að vera með okkur hér í kvöld. Og það saumaklúbburinn 6 Grindavík, saumaklúbburinn Reykur og Átur Hafnarfirði, saumaklúbburinn 5 á kvöldum Klaka Reykjavík, sjómannskvinnu klúbburinn Hafnarfirði, saumaklúbburinn Brjóstabínur Kópavogi og saumaklúbburinn Át Reykjavík. Stelpur, þetta alveg meira áttur að fá okkur ykkar. Við slúum taka lagið, strákar. Og svo takkið nú vel, var hessilega undir þetta. Byrjum með þetta stæl. Að sauma indi hús, enginn kennur sláði, nema líka hús. Hoppaði upp og hoppaði auðvitað, hendi í östur, hendi í vestur, hendi á mann sem að kemur til vestur. Nú, takk fyrir, Abbasunna. Jæja, þetta þessar eldhress saumaklúbbskonur sem ætla að vera hér. Það sem ég segi, kallmenn gera þetta. Nú, en hvað það einhverstað verðum að byrja og við ráðumst ekki á garðin þar sem hann lægstur. Jólin ætla Leikfélag Reykjavíkur að frumsýna í Borgarleikhúsinu fjölskyldusöngleik eftir Astrid Lindgren. Þetta söngleikurinn Ronju Ronningadóttur. Tónlistinn í þessu söngleik eftir danska, ég þorði bara að segja rockaran Sebastian. Ásdís Skúladóttir leikstjóri og Hlín Gunnarsdóttir hannaði leikmynd og sér búninga. Þessir frískrúa fjörugu leikarar Leikfélags Reykjavíkur sem ætla að vera með þennan fjölskyldusöngleik á jólum ætla að gefa okkur forskot á sæluna með atriði úr Ronju Ronningadóttur. Gjörðu svo vel! Þvílíkt eymdar ástand að sitja uppi með 6 innifenta ræningja og þig, Matthías, í þokkabút. Við hristan mig höfðingjan og hugsun snjöldri drífi hann að sérta á sér engan brest að drífi vitum best. Hann gerir margt að gamni sína, bergir mjöð og brenni vín og yfir krásum kátur þín. Gættu þín. Já, höfðinginn sér rósan snjall og hljómar eins og generall og hann veit allt ekki neitt, botast þín og blíð. Óvinn inn í björgum á, blíð á þess sem venur lá, þeir sjá hann svarta gott, setur hann þeim gott. Kominn enn hann drauga á, ýmsum því að sumir fá, yrðað upp og óskapast, aðrir náttus kall. Ó la 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 la, ó la 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 la,
landsins allt skal allt í sömu Óvinninni björgin fá, inn á þess sem betur ná, ef þeir sjá hann svartan koll, setur hann þeim lof. Kominn hennan auga á, ýmsir nýja sumir fá, yðralegt og óskapast, aðrir látust kast. Ó la 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 la, ó la 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 la, aðrir látust kast. Eigum höfðingjan, mark og slags og reyði hann, svo það bæði synd og sorg, að enginn ráðist á hans borg. Óvinirnir björgin fá, inn á þess sem betur má, ef þeir sjá hann svartan koll, setur hann þeim lof. Kominn hennan auga á, ýmsir nýja sumir fá, yðralegt og óskapast, aðrir látust kast. Ó la 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 la, ó la 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 la, aðrir látust Ronja Ræningadóttir og þetta var stödd atriði úr þessu fjölskyldusöngleik þeirra sem leikfélag Reykjavíkur eftir að frumsýna einmitt á jólum í Borgarleikhúsinu. En hér hef ég fengið kort og á því stendur reyndar heljarmikinn pakka sem ég ætla nú að sýna ykkur hér. Kæri Hemmi, til hamingju með daginn, við sendum þér gjafakort á Ronju Ræningadóttir því að þú verður að sjá hana í sínu rétta umhverfi í Borgarleikhúsinu. Ronja og Ræningarnir. PS, Ronju nammigottu handa þér og starfsfólki þáttarins. 1000 takkir. En þá rauður komin að ammælisbörnum og þau voru svo mörg sem eiga ammæli, margir sem eiga ammæli í dag, að við höfum ekki haft undan að lesa að við værum í allt kvöld, að það er skemmtilegu dagur náttúrulega 9. En við skulum renna í svona nokkur nöfn að handahófi. Sigríður Haraldsdóttir Arnargötu 4 er 31 árs, Guðni Rúnar Ómarsson Unufelli 27 er 10 ára, Vigdís Björnsdóttir Urðarbraut 15 Blönduósi er 41 árs og sonur hennar Björn Albertsson er 13 ára. Óskar Freyr Pétursson, Fögrukinn 25 Hafnarfirði 16 ára, Jónína Guðbjörg Aradóttir Hofi Örræfum er 10 ára, Sonny Lára Þráinsdóttir Dalhúsi 58 er 6 ára, Harpa Lind Örlygsdóttir Sævakorinn 12 er 8 ára og Elín Matthildur Andrisdóttir Hraunbæ 198 er 21 árs. En svo ég sagði að við geta minnst á miklu fleiri en það er rétt að við sláum á þráðum og veljum afmælisbarn þáttarins og sláum á þráðin. Strákar, á skefið! Svei mér þá, hvað er að gera? Hvað er að ske? Hamingju með daginn. Takk. Vá. Hamingju með afmælið. Takk. Til hamingju. Takk. Það er bara alveg búinn. Svei mér þá, þetta er eitthvað að segja. Jú. Býttu nú við, hvað er Egill að gera? Ágætu gestir, alþjóð og þú, yndislega afmælisbarn. Það er mér sérstakur heiður að fá að afhenda þér stúfurinn minn, þú gleðigjafi og óskadraumur hverrar tengdamóður, lítinn vináttuvott. Frá okkur konum þessa lands, nefnilega fullkominn náttbúnað, buxur og stakk, húfu og skó.
Ég get ekki með það. Hvað er að gera? Megir þú hemmi minn minnast okkar kvenstéttarinnar í hvert sinn sem þú klæðist honum. Til hamingju með afmælið, elsku hemmi minn. Ég held ég verði nú bara. Og syngjum svo. Wow! Ágætu gestir, syngjum svo að lokum hemma til heiðurs afmælisöngin. Svo ég er bara búinn. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli Wow! Wow! Ég vissi ég gæti átt von á ýmsu frá Nagli Eðvarðssyni, ekki þessu, og ég get alveg sagt það í fúlustu alvöru að ég er bara mjög skapinn að fara að hætta, ég er bara búinn. Hvað er það, ég reynir þá bara að láta börnin bjarga mér eins og fyrir daginn og við höfum verið með litlu börnin til þess að ræða lífið á tilveruna, það veitir ekki af svona innleggi frá þeim svona rétt fyrir jólin og heyrum hvað börnin segja lífið á tilveruna. Gjörðu svo vel úr Landakotsskóla. Þannig að þú verður með sítt ár þegar þú verður stór? Já, eins og Ellas frænka mín. Já, ef Hún ekki. hingar sitt ár. Er hún með? Já. Nei, hún er kannski með eitthvað hérna. Já. Hvað gerðist á jólunum? Akkur erum við með þetta? Þegar ég er svo ammali og ég er svo fattist á jólunum. Guð á ammali. Hvað er hann gamall? Ég veit það ekki. Fæðist þá ekki Jesúbarnið. Veistu hvað, ég gerði einu sinni tvisvar á jólanum. Brýtt jólasturning. Ég rekst í jólatrið tvisvar og brotna alltaf jólasturnin upp á toppn út á jólatrið dagnastuð niður. Jesú var allavega drepinn á krossi og hann dó klukkan 6. Hvað ég ætla að gefa hann skó, skyrtu og gallabuxur. Já. Það að gefa Jesú gallabuxur? Já. Veistu hvað, í skólanum mínum, hann má ekki segja hérna yes. Í skólanum mínum. Hvað ætlar að vera þú dánu stór? Barbie tók það? Nei, Hvað ætlar að vera? það var nunna. Hæ? Nunna. Ætlar að vera nunna? Já. Mér langar ekki að segja það. Akkur ekki? Það mér langar ekki að gera það aðsvalega mikið, þá var ég svo þreytt. Ég ætla að bóka fengur. Ég er að vera tannlækni og badmintonkennari. Ég ætla að vera körfubolta. Margar mullar, veistu hvað hún gerði einu sinni? Nei, hvað gerði þú? Kom með speil og sagði, vil ég sjá apa? Veistu þá, ef þú ætlar að vera nunna, þá giftur þið aldrei. Ég veit. Og þeir eru alveg saman það. Þess vegna kissi ég nefnilega enga strák út í frímínútum. Það er einu stendum að gera. Já. Akkur gerir það ekki? Hvernig segir það að vera nunna? Já, akkur erum við tré. Akkur ekki bara herðatré eða eitthvað. Út af því að jólatré fallar en erðatré. Akkur eru kerti á jólum? Því að Jesús sagði að hann er ljós heimsins. Og það er ekki rafmagn upp í heiminum. Hvernig ætlar að vera, í hvernig fötum ætlar að vera á jólum? Nú, í prinsessukjólnum mínum. Hann er jólakjóllinn minn. En hvað heldurðu Halda hvaða? að Jesú hafi fæðst? Ég held á Íslandi. Veistu nokkuð hvar á Íslandi? Nei. En stundum fer ég alveg hræðilega fílu. Já, ætlar ekki að hætta því á jólum? Jú, sérstaklega á kvöldin og vera svo nefn að sofa, annars var ég kartöflu í skóinn. Ég var aldrei ekki kartöflu í skóinn, ekki því ég var lítil. Akkur ertu að gefa gjafir? Af því að ég er svo illa. Að fólk gefi gjafir og jól. Hvernig gjafir á að gefa? Góðar gjafir.
Ertu alveg vissum að allir fái eitthvað á jólunum? Ég held ekki sem þessi útlandi sem svo fátæk. Ég vil reynda að senda peningar til stelpu sem á heim útlöndum til hann getur komast í skóla og fengið mat. Ertu tilbúin að gefa fátækum? Allt? Allt dótið? Er það? Er það alveg viss? Ég ætla að gera það þegar ég verði núna. Þú myndi ekki gera það í dag? Nei, eins og þá verði ég alltaf lítil núna. Já, þau vita nákvæmlega hvernig þetta á að vera börnin og þannig einlægnin og hreinleikin í fyrirrúmi og við getum margt af þessum börnum lært. Það er engin skömm að því, en þá er komið að næsta listamanni hér hjá okkur í kvöld og það er sjálfur stórlistamæðurinn og hjartaknúsarinn Egill Ólafsson. Hann hefur verið að leika undanförnu í Borgarleikhúsinu í verkum þar eftir Tjekov og hann hefur auðvitað kvært sér hljóðs með sína tónlist fyrir jólin, eins og hann er vanur, á plötu sem hann nefnir Blátt blátt. Egill var að slá í gegn í Danmörku, svona skaust til þess að brillera þar og var búinn að lofa mér að koma hingað á réttum tíma, stendur við það og með honum leika hér í kvöld er Ásgeir Óskarsson, okkar trommuleikari, Richard Korn, Árni Skeving og Jónas Þórir, en tökum vel á móti knúsaranum sjálfum, Agli Ólafssyni. Ég veit að lífið sé á stundum ansi flókið og engin einhýll leið að finna út úr því. Þá hef ég fjandakornið fattað í því djókið og hvað fennst í orðunum að eiga á því. Og þó að dagar okkar allra séu taldi og ekki á færin eins að nika klukkunni, þá virða sumir eins og sérstaklega valdi að stýra lífi sín og lukkunni. Og hvað þeir fljúa hátt og forðast okkur hina sem finnst sem örlög hafi spunnið okkar vel og aldrei þurfa þeir þá þjáningu að lina eru þjakar klæða litla altíð með hver. En ég hef söngin, ég hef dansinn sem að sefar, ég hef föðurlandið blóm í Brekkufjall og ég hef Guð og góðan jólasvein sem þefar og gefa jólin, ég hef allt til að ég lóðrétt tekst á lóð og litast í himingeimnum. Ég horfi niður og sé þar jörðina á stærð við baun. Þó að boðið væri mér upp á þau býti að bæta ráð mitt fá að lifa upp á nýtt. Nei, það var jú þannig sem ég hnúta mína hnýtti. Ég hnikað engu þó mitt líf sé fjandi skýtt. Því ber ég höfuð hátt og hvika ekki neinu, hefð sálinni frá smástöðu og ský og skrefin stíg ég veikt og veikt í einu og ekki sekk ég því að fjandakornið flý.
Já, Egill Ólafsson, engum líkur, snjall, og þetta var lagið Ég horfi niður, en við horfum upp til Egils í þessari glæsilegu tónlist sem hann hefur að sjálfsögðu samið sjálfur og texta. En þá komið aðalgesti mínu hér í kvöld og hana þekki allir. Hún hefur undanfarið árbúið í Lundunum, þar sem hún hefur verið með menningarfulltrúa okkar þar, Jakobi Frímanni Magnúsinni. Hún var kornung og kornung, en hún á glæsilegan og fjölbreyttan feril að baki. Hún ennað og hefur aldrei verið virkari heldur en undanfarið ár. Ég held ég sé ekki að tíunda þetta frekar, heldur fáum eina einu svona Ragnhildi Gísladóttur hingað. Góður blessu, Ragga mín, og velkomin. Takk. Ég var að reyna að kynna þig eitthvað, það þarf ekkert að kynna þig, það þekkja þig allir. Okkur finnst öllum, víst þér ekki vel á saumaklúbbana hérna? Jú, mjög vel. Nú, þetta hefur verið óvenni síðast ár, óvenni viðburðaríkt hjá þér og komum víða við, er það ekki? Jú, þetta hefur verið sérstaklega viðburðaríkt. Já, þú ert búin að, ég leik í kvikmyndum og synginaplötu og ég veit ekki hvað og hvað. Tónlist, leiklist, matarlist, hvaða listgrein heillar mest? Röggu? Já, ég held að tónlistin og leiklistin séu svona jöfn. Jöfn, það er ekkert að gera fyrir milli. Já, jöfn. Leiklistin er náttúrulega svolítið nýtt fyrir mig, þó ég hafi verið í þessum bíómyndum, þannig að allt á hreinu og hvítum á. Þá var það ég hitti fyrir á Akureyri sem ég kom fyrst á svið. Já, í leikriti. Gistum við Kata. Gistum við Kata og Ættamótið. Já, alveg rétt. En við ætlum að kannski að víkja á eftir nánar að þessum listferliðinum, en ég hef gert áður að spyrja viðmælandi mína. Hvar ólst drottningin upp? Talaðu mig. Ég ólst upp á Arnarholti á Kjalarnesi. Það er svona, faðir minn, hann var forstöðumaður fyrir vistheimilinu. Arnarholti, þetta er vistheimili fyrir geðsjúkt fólk. Hvernig fannst þér þetta nábýli við þessar sjúklingar sem þar voru? Þetta var sérstaklega skemmtilegt að alast þarna upp. Þetta var fallegt umhverfi og fallegar fjörur þarna allt í kring og Esjan og fólkið, starfsfólkið og sjúklingarnir, þetta voru vinir mínir. Það er hrætt? Hrætt? Hrætt við fólkið? Nei. Lærið þér eitthvað af þessum sambýlingum þínu? Já, örugglega. Já? Þetta var margt mjög magnað fólk. Ég átti þarna vinkonu sem að ég bar geysilega virðingu fyrir, eldri kona. Hún var ásalega hress og hafði svör við öllu, sem ég spurði hana. Hún bara hafði svör við öllu. Og hún gat, við fórum oft í fjöruferðir einmitt með henni, ég og bróður minn, tvö systkinin. Og einu sinni fórum við með henni í fjöru og ég meina þegar það var sólskinn og fallet viður. Og hún segir, allt í einu heyri ég þennan rosalega vélargný úr háloftunum. Af því ég sé ekki flugvélina, ég held náttúrulega þessi flugvél, þetta er flugvél sem fer hraðar en hljóðið. Já, elskan mín, ég skal nú bara segja það, þetta er sprengiflugvél með sprengjum og ef hún lætur eina sprengju falla, þá splundrar hún allir í jörðinni á einu augabræði. Já. Og þessi trúði Ragga? Ég trúði þessu. Þetta gæti ekki sofið marga nætur eftir. Ragga, ég frétti að það verið kaupakona einhvern tímann? Já, ég var kaupakona í Kjósinni í 1-6 ár. Var það góð undirstaða? Ég held ég hafi nú lært eiginlega mest það sem ég kann í heimilishaldi hjá frænku minni þar, Hrefnu, húsmóðurinni. Nú ertu alveg upp í náttúrulega návist, nábýli við dýrin og sveitarómantíkina og þetta allt saman. Varstu ekki hrekkjusvín sjálf? Ég held að ég hafi verið alveg sérstaklega yndislegt barn. Það var bróður minn sem var hrekkjusvíni og... En þú verið mjög svona vel lökkuð.
vel heppnað barn. Sérstaklega vel lukkað barn. Já, ég get Það er kannski vinkona mín sem að hérna var með mér í sveitinni í Kjósinni sem að hafði aðra svo að segja, en ég man ekki eftir ég hafi verið neitt nasti, sko. En hvað er svona minnistaðast frá þessum bersku árum, Ragga? Til dæmis í Kjósinni? Já. Það var nú eiginlega það sem ég hugsa fyrst er afi minn. Já, segum við frá því. Ég kynntist honum eiginlega þarna þegar ég var 12 ára. Og hérna hann hjálpaði mér að hætta að stama. Ég stama svolítið mikið, ég stama reyndar ennþá svolítið. Ekki í kvöld. Ekki núna, svolítið. En hérna, ég stama alveg sérstaklega mikið. Svona gæti ekki komið frá mér einni heilli setningu. Það er gott að ná þessu sambandi við afaðinn, miklu eldri mann og... Já, hann opnaði augu mín fyrir náttúrufegurðinni. Fékk mig til þess að horfa á blómin og steinana og bera virðingu fyrir þessum náttúruöflum. Og hann grét bókstaflega þegar hann var að lýsa einhverju einföldu atriði sem okkur finnst vera sjálfsagasta mál í heimi eins og himinbláminn. Og ég lærði mikið á honum. Og nú ert þú að upplifa sömu hluti kannski? Já, nú ég er alltaf að skilja það betur og betur sem hann sagði við mig þá. Skulum víkja aðeins að lífsspekingnum Röggu Gísla, en þú ert nýbúin að leika í aðalhlutverki í jólamyndinni sem að verður Guðnýjar Halldórsdóttur, Karlakórinn Hekla. Hverju eigum við von á þar? Ég held ég getið átt von á bara mjög skemmtilegri söngva og grínmynd. Já, þú lofar því? Ég skal lofa því. Við fengum leyfi til þess að sýna brot úr þessari mynd, þetta er vinnueintak, þannig að það er nú ekki fullgert. Þannig að við skulum líta á brot úr jólamyndi Guðnýjar Halldórsdóttur, Karlakórinn Hekla. Gjörðu svo vel. Halleluja. Þig sem í fjarlægð fjöllin bakvið dvelur og fagrar vonir tengdi líf mitt við. Minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar, horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá. Heyrðu ei hvern hjartað kallar á, heyrðu þá stormur kveðju mína ber, sú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymist meðan lífs ég Voran geht der mutige Mann, der da kämpft für das Recht, was gibt. Einer fängt an und schon bald sind es dann 1000, 10.000 mehr, die es gibt. Und Schulter an Schulter und weiter voran, wenn im Herz Feuer brennt. Dann gibt es nicht auf der Welt, was sie hält, was sie trennt. Wenn Männer mit dem Mann zusammenstehen, aneinander.
27. júní 1992. Þá ferð okkar brátt lokið, en hér hafa yfirnáttúrulegir hlutir átt sér stað. Ég get vottað það. Þetta lofa góðu. Já, er það ekki bara? Jú. Hvernig kanntu við þig innan þetta stórskotalegi íslenskara leikara? Ég kann mjög vel við mig þar. Já, er það ekki? Þetta er svo skemmtilega týpur. En nú ert ekki leiklistaðar mentuð, er það? Ég fór í leiklistaskóla í Lundunum. Já. Fór í inntökuprófi fyrra haust. Fór í Lambda og tók eins árs nám. Já. Það var mjög erfitt. Það var mjög erfitt. Já. En þegar við erum yngri, Ragnhildur, ég kalla hana bara Raggu, ég er ekkert að þessu, að þá áttu við öll okkar drauma að verða eitthvað. Hvað dreymdi þig? Mig dreymdi því ég var 13 ára að verða söngkona. Hvernig lífið Nú, þú ferði í tónlistarskóla, er það ekki rétt? Já. Ég sagði þér reyndar engum frá þessum draumi, sko. Nei, ég er að segja fyrsta skipti núna. Og þetta, draumurinn hefur ræst. Þú ferði í tónlistarskóla og hvernig var svo fyrir sveitastelpun að koma inn í svona rock bransan svo í slettinu? Það var þetta harða heim rockara. Já, það var svolítið magnað, eins og að kynnast Magnúsi Kjartansinni, það er náttúrulega ekkert smá mál. Já, náttúrulega verður ekki sömu eftir. Nei, maður verður alveg sko, hroðalega spiltur. Er það fyrsta sem þú byrjar í brunalið? Ég byrja, já, svona í hljómsveitar bransanum. Ég söng fyrst á plötu hjá Gunnari Þórðarsinni, Vísnaplötunni. Já. Þannig að nú blæðum mann við bæri nú. Já. Og það er eiginlega Gunnar sem að kynni mig fyrir bransanum. En þú er alltaf haft svona áræði þrátt fyrir allt og kjarkþor í þinni tónlistarsköpun, samanber Grýlurnar og margt annað. Hvað finnst þér standa upp úr svona frá þínum ferli? Fyrir utan þessa plötu sem ég gerir núna held ég að Grýlurnar sé svona það sem að ég minnist hvað með sælasta tilfinning. Hvað fannst þér best við Grýlurnar til dæmis? Það var þessi eiginlega bylting. Það var þessi kraftur að sanna sig. Nú, þú hefur verið að gera plötu undanfarið og leiki kvikmynd og ýmislegt. Hvað þessi tónlist sem þú ert með núna, hvað er þetta fyrir nokkuð? Þetta er eiginlega bara útgeislun mín á geisladiskinn. Útgeislun á geisladiskinn? Þú er að útskýra þetta fyrir þessu manni sem mér. Já, þetta er bara það sem að brjótast í mér núna. Það hefur verið. Ég spinn vola mikið, ef ég má nota það orð. Ég læt koma það sem mér dettur í hug. Ég hef mér myndir sem ég reyni að lýsa með hljóðum án þess að nota endilega orð. Þetta stíplast allt í mér maður. Já, en ég held Ragga, ég held þú verður að sýna okkur það og sýna svona þessari nýju tónlistinni sem þú ert að flytja okkur og færa okkur. Já. Og hvað ætlar að sýna okkur? Núna ætlar Anna Richards, vinkona mín, uppáhaldsdansari minn frá Akureyri að vera með mér í spuna. Þá gerum við eitthvað sem við vitum ekki hvað verður. Nei. Ég verð ekki með neitt undirspil, þannig að það er bara rödd mín, hljóð og hún túlkar hreyfingar. Og hvað ætlið að tjá? Það sem ég mun syngja lagið Ég vil elska og eftir þá ætlum við að kannski tala lýsa þessum eitthvað í sambandi við ástina, hérna ýmsu blæbrigðum ástarinnar. Það er ekki seinna að þetta fara að kynast í. Anna Richardsdóttir og aðalgestur minn Ragnhildur Gísladóttir. Gjörðu svo vel. Så må jeg ikke endløs. Så må jeg inde til nypengården. Så jeg nakker hjem. Og næler sit igen. Han er alle til bisen.
yes and oh, morning, ég vil elska í 1000 ár, í 1000 ár verð ég blómið ángandi. Komdu engill og horfðu á mig, horfðu á mig. Ég græt, ég sakna. Ég vil elska sem aldrei fyrr, magnast safinn ángandi. Komdu engill og faðmaðu mig, ég skelf, ég sakna. Ertu að hlusta, það svífa orð til þín. Ég elska þig. Ertu að hlusta, ég stöðugt hugsa þig. Hvað get ég gert? Ég vil elska í milljón ár, í billjón ár. Þó ég breytist í kameljón. Komdu engill og syngdu með mér, syngdu með mér. Ég sakna. Ertu að hlusta, það svífa orð til þín. Ég elska þig. Ertu að hlusta, ég stöðugt hugsa þig. Hvað get ég gert? Ertu að hlusta? Fannst þér þetta nokkuð skrítið? Fannst mér þetta skrítið, nú veit ég bara allt um ást. Nú veit ég hvernig maður á að tjá sig. Nákvæmlega. Þetta skemmtilegt? Ég held að þetta sé sko alveg með því skemmtilega sem ég geri. Þetta ekki svolítið svona afríst í sér? Þetta svo mikil útrás. Þetta útrás? En þetta ekki afríst eitthvað? Hvað segir það? Nei, svona tjáning sem að einhvern veginn fannst mér það. Er það vits í mér? Ég er allt svo veit. Þetta er alíslenskt. Þetta er alíslenskt, já. Er þetta undar áhrif? Það var ekki Afrika sem kom mér neitt í það, sko. Nei, þetta er bara spunnin úr röggu. Já, þetta er tenging líka milli okkar, sko. Við verðum að vera í algjöru
Þú nærðu góðu sambandi við. Já, við höfum verið svolítið saman í þessu við Anna. Og það var Gerum mikið að þessu Akureyri. Já, mikið að þessu. Hún kom hérna með litla strákinn sinni, við nýfæddan bara með þessi söður í dag. Já, hún með hann á brjósti, sko. Nú, við ekki aðeins nánar að þér. Það stöðmenn, þeir voru, þú komst þar við sögu. Já. Þeir voru miklir örlega valdar í þínu lífi. Já. Í sérstaklega eittir eða eitthvað. Nú? Hverju breyttu þeir í þínu lífi, aðalega? Þegar ég kynnist þeim, þá erum við að gera myndina með allt á hreinu. Og það var skemmtilegt að kynnast þeim að því þeir eru ólíkir, þeir eru hver með sínu sniði og sérdeilis greindir. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa betur, það var svo gaman, þetta var svona nývít að kynnast þessum mönnum. Þeir kendu mér margt og líka það að vera í stöðmönnum er svo, okkur leiðist að gera allt. Komast upp með að gera alls konar músík sem að kannski aðrir treystu sér ekki. Komast upp með það var mjög gaman. Við vorum að tala með það líka að þú hefur þegar búið í Lundunum, þá vita nú allir að. Já, heyrðu vel að minnst að þið giftu ykkur í fyrra, það er ekki margir sem vita það. Segðu frá því. Já, við Jakob giftum okkur. Já, segðu frá því. Alveg reynd, við giftum okkur óvænt, fórum með leynd til Kaupmannahafnar. Reyndar svo á byrjunu, þá hringdi hann í mig heim úr sendiráðinu og segi Honey, will you marry me? Gamla stuðmannalag. Og ég sem var búin að bíða eftir þessu náttúrulega mörg ár, að bæði mín og sagði eins og skoð, já. Og við fórum til Kaupmannahafnar, það var eitthvað músíkráðstefnum þar og ég giftum okkur í Jónshúsi. Þegar ég sér að Lárus Guðmundsson gift okkur, við vorum bara tvö þarna, ég var alveg fallir í stofu og Jóns stofu, Sigurssonar, og fórum síðan upp á hótel, nei, fórum út að borða. Fóru ekki einhverju svaramenn? Egill Eðvarsson og frú er svaramenn okkar. Egill, getur þið verið svaramaður? Við erum bara að fara að gifta okkur á eftir. Elskar mín ekkert mál. Svaramaður á Íslandi? Já, já. Hvert fóruð þið svona kvöldi? Segðu frá því. Við fórum eitthvað út að borða og svo fórum við upp á hótel, Fönnis hótelið þarna. Fóruð þið ekki eitthvað skemmt okkur? Að skemmt okkur. Við fórum daginn eftir í brúðkaupsferðina. Og það var? 2 tíma ferð í Tívolí. Í Parísarhjólið og akkurat þetta var ólega fatt, við vorum í sparifötunum þarna og fólk svona í kring og við vorum með svona myndakassa og ég segi, önsku, kan du ta en bilde? Sagði einhver konu þarna, getur ekki bara spurt okkur á íslensku? Ég held að við værum svo prýðað. Þetta er gott mál. Eins og í kvöld, þú ert alveg sjálfdeilis fín. Takk að þér, ég puntaði mér sérstaklega. Þú hefur farið frekar ótróðna slóður í klæðaburði og svona, hvers vegna ertu glískjöld eða hefur verið að storka okkur feimnisbókunum sem ekki þorað að vera í því sem við okkur langar til? Aha, nákvæmlega það sem ég er að gera. Er það ekki? Nei, ég hef voðalega gaman að því að klæða mig, vera í sparifötunum. Ég er ekkert óbáslega mikið fyrir það að vera á sokkabötunum, það er ekki það. En ég hef gaman að því að vera í fallegum fötum og ég er mikill exhibitionisti. Já. Ég bara viðurkenni það hér og nú. Aldrei feimni? Nei, ég er yfirleitt aldrei feimin. Ekki ekki hvað klæðaburð snertir, eða útlit, aldrei. Frá því ég sá þig fyrst, Raka. Ég þess að vera á brjóstunum hérna, sko. Já, það er að gera svo. Nei. Frá því ég sá þig fyrst og þá hefur mér alltaf fundið svona galsi og gleði einkenna þig. En ef ég kemist nú þetta bak við hugsanlega Brynju, sem við öll höfum, eru þá djúpa pælingar? Og rosalega djúpar. Þetta smetla mér að neyfir þið? Nei, ég er bara eins og hver annað hvað það snertir. Ég er hugsa lífið og tilhörun og eftir því sem ég eldist náttúrulega hugsa ég meira það sem er í kringum mig, eins og náttúruna og þetta fyrir að verða mér meira virði eftir því sem ég eldist og þroskast. Súrefni til dæmis, þetta er það sem er
sko, hinn sjálfsagasti hlutur í heimi að anda að sér súrefni, fólk bara gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta er dýrmætt. Skilja speki af aðeins og svona annað gildismat. Sem dæmi, já. Er það ekki? Jú, til dæmis. Það er að breyta. En trú, þú trúið? Já, ég er það. Ég er kristinnar trúar og ég, eins og svo við tölum aftur afa, sko, hann kendi mér þetta að bera virðingu fyrir náttúruöflunum, eins og ég er búin að segja svo oft, og það er Guð. Allt sem er í kringum okkur, allt sem er gott, og við erum að þakka fyrir að hafa í kringum okkur. Og ég fer með faðirvorið, tíma og tíma. Nú, ef við tökum þennan listamannsferilinn, þá er þetta búið að vera eins og á ykkar máli tónlistafólksins, myndi ég að segja bullandi blús hjá þér allan tíman, mikil meðbyr. Þekkir ekki mótlæti? Það hefur verið mjög gæfursöm, og er mjög þakklátt fyrir allt sem ég á og hef, en að sjálfsögðu þá verður maður fyrir áföllum, eins og það síðasta árið þá misti ég bæði föður minn og tengdaföður, og það er alltaf erfitt að verða fyrir slíku. Þroskast? Já. Styrkt? Styrkir. Þú er búin að vera aðeins löndur að þau hjóninn og hann er að vinna þetta gott starf sem menningarfulltrúi. Aðeins undir lokin, þessi heimsfræga landkynning okkar, búkslátturinn, sem að flesti fjölmiðlar töluðu mjög hneyksluðust á hér á Íslandi. Alveg rétt, já. Kom svo ljós að var mikil landkynning, og sem fólki líka betur. Hvað fannst þér þetta? Já, það var svo skrítið við þetta allt saman að það virtist vera sem flest allir gleymdu sjálfur í músíkinu, þetta sem við vorum að gera. Þetta var dálítið, þau segir sjálfur, dálítið merkileg músík. Og ég held að fólk hafi bara einhvern veginn ekki átt að sjá hvað við vorum að gera og hvað það var í rauninu gott mál. Erum við stundum svona snjóborgaðar? Ég held að við séum það öll, já, öðru hvoru. Það er búið reyndislegt að fá þig hingað og haltu áfram að skapa og gefa okkur sem mest og sjálfriður og öðrum. Já, þakkar. Gleðileg jól og skilaðu góðri kveðju til allra þinna nánustu. Takk fyrir. Ragnhildur Gísladóttir. Nú, ég fer allur hjá mér hér í kvöld, það alveg kemur hvern kosturinn af öðrum og þær bræða mig alveg, ég hef getað verið með Röggu hér í allt kvöld því að margt þetta spyrja hana, en við þurfum að halda að sjálfsögðu áfram í þáttinn. Ég þakka fyrir afmæliskveðjur til okkar afmælisbarnanna sem að ég var nú að reyna að tíunda hér fyrir í þætturum, ég fór allt í handaskólinn náttúrulega, og ég vil nota tækifærið og þakka þessi blómöll og gjafir sem að mér hafa borist frá vinnum og fyrirtækjum og öðrum og kann bestu þakkir fyrir. En ágætu vinnir, nú ætlum ég að vera hátíðlegur þó það fari mér náttúrulega illa, en það líður að blessuðum jólunum okkar. Þetta er auðvitað ein mesta gleði hátíð kristinna manna allan heim. Nú, smá saman hafa jólin breyst í hugum sumra og í hátíð kannski allsnægta og kaupæði og jólagjafaflóð að ráðið mikið ferðinni. Nú, sumir telja jafnvel að þessi atriði að þau skyggi á fagnaðarboðskapinn sjálfan. Ekki ætla ég að fara að gerast einhver dómari, en ég held að sé á þessum tímamótum ágætt fyrir okkur að huglega það, að okkur er bent á það jafn daglega, að það eru margir sem þjást og það eru margir sem líða út allan heim og það er alveg sama hvort það er sveltandi barn í Sómalíu eða fátæk fjölskylda í Vesturbæ á Íslandi og það er tilvalið einmitt að rétta hjálparhönd og styrkja og styðja við bakið á þeim góðgerðarfélögum sem eru í þessu landi og nægir þar að nefna Rauða kross Íslands, Mæðrastyrksnefnd, Hjálpræðisherinn og Hjálparstofnun kirkjunnar og marga fleiri sem að einmitt hjálpa þeim sem minna mega sín að halda gleðileg jól eins og við gerum sem að lifum kannski í einhverjum allsnægtum. En það er alveg ágætt að huglega þetta og ég til þess að syngja fyrir okkur núna og minna okkur á jólin
komið þeirra þá hef ég fengið eina ásælustu söngkonu þjóðarinnar, Sigrúnu Hjálmtýsdóttur, ásamt undirleikara sínum, Önnu Guðný Guðmundsdóttur, til að syngja okkur Ave Maríu heilaga Guðsmóður. Þetta lag Kaldaláns, Sigvalda Kaldaláns, og ég held að sé gott fyrir okkur að hugsa einmitt lít á til þeirra sem minna með á sínum leiðum við fáum þessar frábæru stúlkur hingað til okkar til að flytja þetta gullfallega lag Kaldaláns. Sigrún Hjálmtýsdóttir, Anna Guðný Guðmundsdóttir.
frábæra söngkona og söng okkur lagið Ave Maria eftir Sigvalda Kaldalóns og þetta lag er einmitt af nýrri plötu hennar sem hún syngur með Fílharmoníu reyndar söngsveitinni og er í öðruvísi útsetningu hér hjá okkur í kvöld en það er ekki bara það, hún sé að gefa frá sér þessa plötu með Fílharmoníu heldur getur við einnig notið þessa dittu og líka sungið aríur inn á plötu og svona mætti lengi telja frábæra söngkona og kannski vekur okkur til hugsunar það að hugsa til þeirra sem minna mega sín og það er nú inntaki í því sem ég er að reyna að segja og hvort sem það skilst nú eða ekki en ég þekki mörg dæmi einmitt svona góðgerðarstarfsemi og til dæmi Sjón þekki ég sem að hafa nú svona alltaf öllu skulum við segja og það þetta fólk sest aldrei að jólaborðinu sem sagt byrjar ekki jólamáltíðina fyrir að það hefur gefið jafnvirði einmitt þessar jólamáltíðar til góðgerðarstarfsemi og þá sest það með góðri samvisku og ég held kannski að við minnkum örlítið gjafirnar og kannski aðeins við okkur að þá getum við glatt miklu fleiri en við höldum. En nóg þetta og ég ætla að minna ykkur á Rauðu baugana sem að Hjálparstofnun kirkjunnar hefur sendt og all þessi góðgerðarfélög ef þið hafið eitthvað að þá er það vel þegið. En Rauðu baugarnir farin á hvert heimili. Það er komið að því að draga í getrunni og nú bíða margir því að ég hef aldrei fengið eins mörg bréf eins og þessu sinni og þau skipta þúsundum ef ekki bara 2000 bréfin. Drífum í þessu og lítum á bréfastaflan sem hér er. Enn eru dömmundarveginu hérna og við skulum sjá það er að verðlaunin sem við erum með það er sólarlandaferð, það er úrval heimilistækja og svo er það hangikjöt og 17 græna baunir dósir. Og við verum bara að draga eitthvað og við skulum sjá, hér kemur eitt, við hafa þetta allt saman löglegt, það er fylgjast með því stelpunir hérna. Nú, við spurðum þá 5 sem hafa gegnt af að stöðu útvarpsstjóra, það er hér svar, það er útvarpsstjórarnir 5 eru Jónas Thorbergsson sem var fyrsti útvarpsstjórinn, hárrétt, Vilhjálmur Þór Gíslason, Andrés Björnsson, Markus Örn Antonsson og séra Heimir Steinsson sem er núverandi útvarpsstjóri. Langflestir hafðu þetta rétt, þó komið skemmtilega með Magnús Bjarnfreðsson, Helgi Hjörvar og fleiri, en þetta er hárrétt svar og það er Lovísa Sveinsdóttir, Staðarvör 4, 204 Grindavík sími, 92 6 8 4 9 6, en ekki að klappa fyrir henni og treysta á það og hringja. Nú er bara að treysta á hans í heima og syngjum eitthvað annað. Það er gaman að þessu og rétt fyrir jólinn. Takk fyrir. Halló. Halló. Já, góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Lovísa, er hún við? Þetta er Lovísa. Þetta er Lovísa sjálf? Já, til hafa ekki með afmælið. Já, þakkaði fyrir. Varstu að horfa? Já. Já, horfður á Rósu þegar hún knúsaði mig? Jú, það nú líklega. Það var aldrei skemmtilega. Og allar hinnar. Já, allar hinnar Þú er svo rósóttur í framann. Ég er rósóttur í framann. Erðu Lovísa, þú býr í Grindavík? Jú. Hvað gerur þar? Og ég vinn hérna í Víðirhlíð, það er heimili aldraða. Já, og hvað gerur þar? Ég er í ræktingum. Já, og er það ekki bara gefandi og skemmtilegt að vera með? Jú, það er mjög gott bara. Það verður enginn gamall í Grindavík, er það? Nei, allir kátur. Síungir? Já. Heyrðu ástu mín, nú er að draga, þú hefur verið dreginn, þitt bréf og ég þakka þér fyrir það. Nú er að draga vinningu upp í ermina og það eru hér 3 möguleikar. Það er í fyrsta lagi sólarlandaferð, ég haf verið 100.000 krónur fyrir á úrval útsýn, glæsileg sólarlandaferð. Það er úrval heimilistækja frá Heimilistækjum HF og hangikjötslæri og 17 dósir af grænu baunum. Það er ekkert. Nú máttu ráða 1, 2 eða 3. Já, ég hefði bara 2. Númer 2? Já. Ef ekki að fá smá styrk? Nei, það er ekki hægt núna. Við skulum sjá. Og svo ferðavinningur. Það er ferðavinningur, Lovísa. Já. 100.000 krónur. Þetta er alveg æfis. Hefurðu farið til Sólarlanda? Nei. Aldrei? Aldrei. Það var sannarlega komin tími til þess. Já. Ég get lofaði frábæri ferð í úrval útsýn næsta sumar og ég ætla nú hérna að taka upp þannig að áhorfendur sem heimasitja og þeir sem hér eru geti séð að við erum ekki með einn brögð í tabli. Hér er heimilistæki 35.000 og í kassa nummer 1, nummer 3 að það er á að vera hangikjötslæri en þú
Er þetta uppáhalds faglæðin 2 eða hvað? Ha, ég veit ekki, þetta kom bara upp í huga minn. Þetta kom bara upp og ferðin? Já. Heldur þú skellir þér ekki? Já, hver veit? Já, það er aldrei Ég aðtuga bara máli. Já, er það ekki? Jú. Erðu, en ég ætla að óska þér aftur til hamingju. Já, þakka þér innilega og fyrir þáttökuna og óska ykkur öllum í Grindavík gleðilegri jóla. Já, þakka þér fyrir. Já, verður blessuð og til hamingju. Og ég blessuð þér. Fyrir gott hlað. Aldeilis. Þetta var ræstingakona í Grindavík sem þarna fekk 100 krónu ferðavinning með úrval útsinn og á eftir að skemmta sér í sólinni í fyrsta skipti á ævinni. Svona er þetta og ég þakka öllum sem sendu okkur svar við þessari spurningu og við á eftir ætlum að kasta fram nýrri spurningu og til þess að hlífa nú örlítið þeim hjá póstþjónustunni á Íslandi að þá ætlum við að hafa spurninguna tengda jólanu þannig að fólk getur ekki sendt bréf fyrir en eftir jól. En það er komið að næsta tónlistaratri og það má eiginlega segja að sá drengur hafi slegið í gegn á skammum tíma, búið allt og lengi í Svíþjóð. Ég fékk hann hingað til mín í fyrra og kynnti hann þá sem eina sanna KK, ég misti það út mér endar því að hann er náttúrulega alveg pottþéttur KK en það er eins og hver kynslóð þurfi alltaf að hafa sinn KK því að auðvitað Kristján Kristjánsson, saxónuleikari sem var hér á árum áður, aldeilis búinn að gleðja Hjörtu og okkar Íslandinga í gegnum tíðina. En þessi drengur, bróðir Ellenar, nú er hún orðið systir hans, þetta er alltaf að breytast. Hann hefur slegið í gegn og þeir Kormákur Gerhardsson og svo Þorleifur, þeir mynda saman KK band. Þeir eru blúsarar og nú eru þetta komið allt með íslenskum texta og ég veit ekki, ég alveg fæ fiðring þegar ég heyri strákunni. Ég var á tónleiku hjá þeim í Borgarleikhúsinu daginn og það var alveg einstök upplifun og þeir hafa svo gaman að þessu, eru léttir og kátir. Þeir ætla að leika titilega nýrri blötu sem heitir Bein leið og ég ætla ekkert að kynna á frekar, þeir eru frábærir. KK, gjörðu svo vel! Svít og blóð að fara á þessa slóð. Ég var á Vappum-bæinn, það var miðjan daginn, sá fullt að kynja verum undir himni verum. Viltu heyra? Já, þú heyra og heyrðu meira. Það kostar svít og blóð að fara á þessa slóð. Það var einn guðskeldingur, þessi einhverfingur. Hann var snabbi sníkill, sligar fíkill, hann var galinn. Ítla farinn, ítla halinn. Það kostar svít og blóð að fara á þessa slóð. Bein leið, gatan liggur greið. Bein leið, gatan liggur greið. Það kostar svít og blóð að fara þessa slóð. Oh yeah. Kall keypti sér kólafjall, tók alla kösina í aðra nösina og hann var galinn. Ítla farinn, ítla farinn. Það kostar svít og blóð að fara á þessa slóð. Bein leið, gatan liggur greið. Bein leið, gatan liggur greið. Það kostar svít og blóð að fara á þessa slóð. Já,
Þetta var K.K. Band sem flutt okkur blúsaran Beinleið. Það hefur verið Beinleið hjá þeim strákum. En þá er kannski rétt að skella sér bara í spurningu þáttarins sem að þetta er eins og ég sagði í upphafi. Þetta er síðasti þátturinn fyrir jól og síðasti þátturinn á þessu ári. Hittumst í, 13. janúar. Þetta er smá svona jólaleifi eins og við hefum gert undanfarin ár. En spurning til ykkar sem heima sittið og eru hér í sjónvarpssal sem þurfa að senda fyrir 13. janúar. Hún er eftirfarandi. Hver verður kynnir í morgun sjónvarpi barnana 27. september næstkomandi? Hver verður kynnir í morgun sjónvarpi? Nú er það að skella á og byrja. Í Ríkisútvarpinu, sjónvarpinu og morgun sjónvarpi barnana 27. Þegar þið vitið svarið við þessu, þegar þið sjáu náttúrulega morgun sjónvarp barnana, að þá skrifiði niður hver er kynnir, þið þekkið hann örugglega, og skrifið nafnið, sendið okkur fyrir 13. janúar og þá verður allir ánægðir. En það er komið að næsta tónlistaratriði og það eru tvær dömur. Það er mikið konur í þessu þætti hér í kvöld og ekki bara áhorfendur heldur nánast allir sem koma hér fram. En það er stúlka sem að við nú hellaði okkur lengi, Sigrún Eðvaldsdóttir. Hún hefur, eftir hún fékk þessa nýju fiðlu sem var nú byrjað að safna fyrir einmitt í þessum þætti, að þá hefur hún farið út allan heim og unnið til þó nokkra verðlauna á liðnu ári og nú er hún að koma hingað til lands. Þær voru að gera einmitt plötur saman, hljómplötu, hún og vinkonunnar Selma Guðmundsdóttir, og þar sem þeir eru að leika þekkt íslensk lög í skemmtilegri útsetningu og frábæri útsetningu Alla Heimi Sveinssonar. En það sem er skemmtilegt við, ég vilja gjarna fá Sigrúnu hingað til mig vegna þess að fá hana til að tísta hérna aðeins fyrir mig. Hún er svo yndisleg, mikil útgeislun og eðlileg manneskja, en því miður hefum við ekki tíma til þess núna. En Sigrún er að koma einmitt úr brúðkaupsferð og ég hefði gjarnan vilja, hún var á Jómfrúeyjum, var með manni sínum þar í brúðkaupsferð, voru þar í viku, en þau giftu sig fyrir 1,5 ári síðan. Það er bara svo þétt prógramið á mig. En hún er komin, hún var líka að koma eins og Egill Ólafsson, að bara lenda og tilbúið með Selmu Guðmunds. Það er alltaf að flytja okkur minningu Þórarins Guðmundssonar og tökum vel á móti Selmu Guðmundsdóttur og Sigrúnu Eðvaldsdóttur.
Yndislegt. Já, var þetta ekki fallegt og glæsilegt? Ég er hræddur það. Sigrún Ervaldsdóttir og ég saknaði þess að fá þig ekki aðeins til að segja mér frá brúðkaupsferðinni og gera það síðar. En það er komið að lokum hjá okkur í kvöld. Það er almyrkvi á tungli sem að skellur á og vinnu minn, hann sést því miður ekki en þið skulum fylgjast með klukkan hjá okkur þið sem heima sittið og það er rétt aðeins skugginn er sem sagt, hann er að gangi inn í skugga jarðar og það er tunglið sést og þetta skellur á núna eftir. Þetta verður nánar fjallað þetta í 11 fréttum sjónvarpsins. Þetta Einar Rafnsson var nú með miklar upplýsingar fyrir mig, hérna almyrkvi á tungli sem að verður núna á eftir. Þannig að næstu þáttur hjá okkur heitir Út í glugga, hættir á tali og ég ætla nú að byrja á því að þakka öllu listafólkinu sem að hér kom fram í kvöld að þessu síðasta þætti og þessum frábæru áhorfendur hérna saumaklúbbarnir seg. Ég ætla að sækja um inngöngu í þá alla en ég ætla að biðja strákana, ég ætla að fá alla þá sem komið fram hér í kvöld til að koma okkur í réttu jólastemninguna og ég ætla að biðja allt listafólkið að koma inn. Hérna eru strákarnir, Maggi, Ásgeir, Finnbogi, Billi og Árni Skeving, Sigrún og fá alla inn og fara í jólaskap. Og nú verða, nú stillum okkur, hérna, ég veit ekki hvernig ég á að hafa þetta en við byrjum bara núna gleðileg jól! Bum, 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 bum,